þetta bara ekkert verkefni hins opinbera. Þið eru ekki að sinna lögboðinni þjónustu vel og ýmsu sem þið sinni bara alls ekki, þannig að sko þið bara geti ekkert staðið því að vera að halda, það er að segja að vera að standa í einhverju viðburði sem er algjörlega óviðkomandi því sem er að gera. Þetta er það sem frjáls félagasamtök eiga að gera, ekki opinbera. Skattafrádrátt hjóna, skilurðu. Þetta er bara aðför að fjölskyldunni, skilurðu. Það er ekkert í lagi að menntamálaráðherra tali ekki gott mál og eins og vera látið að þið liggja, það skiptir bara einhver máli, sko. Og hvaða skilaboð eru það þá til nemynda í þessu landi og þá kennarana líka ef málvöndun skiptir bara einhver máli. Það er raunverulega hugmyndafræði að það megi enginn skara fram úr, sko. Það megi ekki mæla. Mér skilst að í mörgum skólum séu þannig að flestir útskrifast ekki á neinni braut, sko. Eitthvað sem er kallað opin braut. Hvers konar þvæl er þetta? Góðan daginn og þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsið.is, Happy Hydrate, Pólsen, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, heitirpottar.is og drífa.is. Nú ef að þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu þá getur þú að sjálfsögðu fengið þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga með því að fara inn á partus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi, en þannig ert þú að styðja við það að ég skapi þetta efni og áskrifundur eru stærsta staka tekjulind þessa hlaðvarps. Sem áskrifandi getur þú tengt hlaðvarpið við Apple Podcast eða aðrar hlaðvarpsveitur og fengið þáttinn uppfærðan með RSS-lekk sem þú finnur á partus.is/1pæling undir RSS-lekkir sem að gerir hlustun einfalda og þægilega. En ég vil hvetja ykkur til að segja viðskipti við samstarfsmenn mína, en þeir eru að sjálfsögðu ekki sammála mér allt, en þeir eru að stuðla að málfrelsi á Íslandi sem er nákvæmlega það sem að þetta hlaðvarp snýst En vindum okkur á þættinum, gjörið þið svo vel. Við kunnum á þetta. Björn Jón Bragason, hvað segir gott? Bara ljómandi gott. En það ekki, fá hérna mækinn örlítið og hana aðeins undir hérna. Heyrðu, sko, ég er búin að vera að pæla mikið í menningu og það er eitthvað sem við höfum rætt áður. Og ég hef rosalega mikið verið og ég er búin að vera mjög spenntur fyrir þessu viðtalið allan dag. Ég undirbý hlaðvörp eiginlega aldrei. Heldur veð ég út í þetta svona blákalt, en ég er búin að vera sérstaklega spenntur fyrir þessu. Ég var að hlusta á viðtal við Steven Pinker, þar sem hann er hérna í hlaðvarpi sem heitir Econ Talks og fjallar þar svona stjórnmál, efnahagsmál og alþjóðamál og fleira. Og Steven Pinker er þannig til viðtals og þar er hann að fjalla svona menningarlega leikjafræði og það hvernig við komum fram hvort annað. Og þetta kann að hljóma mjög eðlilegt, en mér þótt þetta vera ákveðin svona uppljómun út af því að ég byrjaði að hugsa þetta undir þeim formerkjum að sko, mér hefur einhvern veginn vantað út af því ég er búin að vera að gagnrýna menningamál mikið, útlendingamál. Mér hefur þótt að vanta eitthvað svona púsl í þessar kenningar mínar sem að ég tel mig hafa fundið og ég er búin að vera mjög spenntur fyrir að reifa þetta með þér. Mér langar eiginlega að við byrjum þar svolítið. Út af því að þarna fjallar hann sko það hvernig við komum fram með hvort annað og hvernig svona menningarlega við gerum ráð fyrir því að aðrir bregðist við nákvæmlega eins og við búumst við. Og þetta hefur að gera það með það og ég tengdi þetta svolítið við það að til dæmis að aðlaga litla hópa er tiltölulega lítið mál út af því að það er gert ráð fyrir því að menningarlega sé viðbragðið einhvern veginn að ég bregst við þér svona og þér kann að þykja það alveg skrítið, en þú gerir ráð fyrir því að það sé kannski alltaf læg út af því að þú kemur frá öðrum manningabakgrunn. Hins vegar þegar samfélagið í heild sinni er byrjað að taka við stórum hópum, að þá verður þetta erfiðara og þitt svona félagslega viðbragð er svolítið á skjön bæði við það sem að stór hluti þess fólk sem að býr nálægt þér bregst við og öfugt. Og þetta er það sem Paul Collier hefur náttúrulega bent svolítið á í sambandi við svona félagslega tortryggni sem myndast þegar hópar verða stórir og menningagjafan er mikil. En mér fannst þetta að vera svona, eins og segi, síðasta púslið sem ég vantaði í þessar hugmyndir mínar það af hverju það gengur verr fyrir Evrópu að aðlaga stóra hópa frá mismunandi menningabakgrunn. Það er bara blasir við. Það lítur að vera að það sé eftir sem hópurinn er stærri að þá muni aðlögunin ganga verr. Og það er kannski líka að því að sko þetta er náttúrulega að byrja með þessum fráleitu útlendingalögum 2016 hér á landi að menn búa til þetta opna landamærin þannig að allir komið sem biðjum hæli fá einhverja efnis meðferð og svo bara flæðir fólk inn landi og fólk eru búnir miklu meiri réttindi sem slíkir heldur en í flestöllum öðrum Evrópuríkjum og eðlilega fór sem fór, en þá menn eru líka búin að gleyma sko hvernig var staða þessum málum áður á Íslandi.
Það að segja, Ísland var frægt fyrir það að vera með sko bestu móttöku flóttamann í heiminum. Það að tekið á móti kvótaflóttafólki svo kölluðu og það var, sem var það fundin hópur og það var meira þess að leita, sko, allavega var það upprunalega þannig að það var leitað fólki sem að jafnvel hafði menntun sem að vantaði inn í landið, það var líklar að geti fundið sér vinnu og geti komist vel af. Þannig að það veri, sem er þetta gagnkvæmur ávinningur samfélagsins og viðkomandi og eins vel undirbúið og mögulega hægt var sko með túlka og hverskins þjónustu og húsnæði sko. Þannig að við fórum frá því að vera með flottustu móttöku í heimi sem var þá bara vel kontrollur yfir bara í eitthvað ruglkerfi og það er alveg ótrúlegt að við skulum ekki ennþá sko vera að tala um þetta á þeim nótum að við þurfum bara hreinlega að hætta móttöku hælisleitenda og fara bara út og vinda ofan að þessari þvælu sem er í gangi og í stað þess skilur að hjálpa þeim sem eru raunverulega í neyð og ef við tökum út flóttafólki að það sé gert þá á þessum forsendum sko, og mér finnst svolítið skrítið ofta því með þessar umræðu hvernig þetta hefur verið skilið eftir galopið hvað íslenski stjórnmálamenn eru oft bara ekkert að fylgjast með sko, það eru held ég komið 4 ár síðan minnir mig að það hefur verið 4 frekar en 3 ár síðan að sko ríkisstjórnin í Austurríki sem samstjórn sko systurflokka sjálfstæðarflokks og samfylkingar settu á það sem þeir kölluðu asylbremse skilur, bara enga hælisleitendur sko, það var verið að smygla fólki í stórum stíl í því tilfelli mikið ef mann rétt frá Marokkó og Indlandi sko og þannig að það var bara alls kyns glæpastarfsemi sem þreifst í skjóli þessa og svo eins og umræða núna skilur svo náttúrulega er þetta falið vandamál núna því það er svo mikið svo fjölskyldusameiningu skilur það er að segja mann sýnist á tölum að fjöldin hafi ekkert minkað, það er bara fjölskyldusameiningar í staðinn og eins og til með fjölskyldusameiningar fólks frá eins og frá þessum sjálfstjórnarsvæðum Palestínu og Araba og það er bara enginn í Evrópu að gera þetta skilur hvernig óskapnum dettum er mitt í hug sko þegar maður líka sjá fyrir eins og bara með fólk sem elst upp á þeim svæðum sem er náttúrulega bara búið við mjög miklar hörmungar og við bara getum gefið okkur með það sem að reynsla sýnir okkur frá Skandinavíu til dæmis þessi tölfræði sem hefur byrt frá Danmörku það mun bara ekkert takast það mun enginn hagnast á því hvorki þetta fólk né íslenskt samfélag þannig að eins og þú ég held að sjálfur rétti að það er bara tímaspursmál hvenær menn bara einfaldlega segja bara sko hingað ekki lengra og reynilega hætta móttöku hælisleitenda vegna þess að þetta gengur ekkit upp. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Nei, ég var með stutt erindi ég var með stutt erindi á atburði á vegum málfrelsis í Þjóðminjasafninu núna síðustu helgi á laugardaginn, við erum að tala saman núna 23. september og það sem að sko ég sagði í þessu erindi er eitthvað sko sem að mér hefur þótt svolítið sérkennilegt við þessu umræðu og núna hefur verið talað mikið það að hægri hlaðvörpin og svona hægri einhvern veginn mengi fólk sé sko búið einhvern veginn að dáleiða fólk út í hið óendanlega í sambandi við það hvernig viðhorf fólk hefur gagnvart þessu og ég segi nei, það eru ekki ástæðunar. Ég er búin að vera að tala með þessi mál síðan 2015 og ekkert hlotið mjög mikinn hljómgrunn. Ástæðan fyrir því að hljómgrunnu núna er bara að fólk er farið að finna fyrir þessu áþreifanlega. Það er allir með einhvers konar sögur í það minnsta í sínu nærumhverfi þar sem að það hefur komið eitthvað upp, eitthvað mál varðar bæði menningargjána eða þar eitthvað verra og ég held að þetta sé bara einfaldlega að fólk er byrjað að finna fyrir þessu og ég sagði reyndar í þessu erindi líka að það er óumflýjanlegt að hælisleitendakerfinu verði lokað. Það er ekki, sá veruleiki einfaldlega er ekki fyrir hendi þar sem þú horfir á taflborðið þar sem það er í boði að hælisleitendakerfinu verði ekki lokað og það er ekki út af því að ég og þú erum að fara að ræða þetta á þeim nótum hérna í dag, það er einfaldlega bara út af því að pólitísk eftirspurn mun ekki leyfa það. Það verður ekki grundvöllur pólitískt séð fyrir því að hælisleitendakerfinu verði ekki lokað.
Þannig að eina spurningin bara hvenær það verður. En ástæðan fyrir því að mér þótti þetta svo áhugaverð í samhengi við Steven Pinker líka sko að þetta hefur að gera með að sko það væri eflaust erfitt fyrir okkur að aðlagast íslensku samfélagi fyrir 150 árum. Það bara út af því að félagslegt viðbragð við svona og félagsmótun og félagslegt viðbragð sérstaklega við það hverju þú býst við að hvað þú býst við að ég geri við mismunandi aðstæður eitthvað sem að tengir okkur saman. Þannig að það væri örugglega erfitt eins og ég segi að ég væri með mínu svona, frjálslegu leiðir til þess að tjá mig í íslensku samfélagi. Það hefur eflaust ekki verið hlotið jafn mikinn hljómgrunn kannski fyrir 150 árum, en þetta hægfara þróun sem að sko þarf að vera í ákveðnu svona endurtekningaminstri, þar sem ég gerir ráð fyrir því að þú bregðist við á ákveðin máta við því þegar ég ger eitthvað. Og það sem að mér þóttu svo ótrúlega áhugavert við þetta bara út af því að auðvitað blasir þetta við eins og þú segir. En hins vegar þá þetta svo, sko, mér finnst þetta að vera svo mikið dýpt í þessu sem að Steven Pinker segir, út af því að þetta sko grundvöllur einhvern veginn á alls þess bara hvernig við viljum stofnum fyrirtæki, hvernig við förum í matvörubúð, hvernig við býðum í röð, hvernig við gerum alla þessa hluti. Og eins og ég segi, ef að það sko rekja hælisleitendakerfi, og ég held að sé reyndar eftir því sem að ég hugsaði meir út í þetta, þá fannst mér þetta að vera svona síðasta púslið, ekki bara í því hvernig ég hugsa út í þetta, heldur líka af hverju þetta varð svo mikið glapræði í Evrópu. Út af því að það ekkert hægt einhvern veginn að segja við fólk, nei, bara þeir breytast bara út af því að við erum með svo frábærar hugmyndir það hvernig lífið að vera. En þú getur ekki gert að ráð fyrir því að á einni kynslóð sem að náttúrulega kom á daginn, að jafnvel þá verður með 2 eða 3 kynslóðir, að þá hefur aðlögun gengið hræðilega. En mér finnst þetta að vera svo mikill grundvöllur í því hvernig og af hverju Evrópu, og þegar við hugsum út í Evrópuland, af hverju engu Evrópuríki tókst í rauninni að gera þetta farsælega. Já, og ertu bara mótið því að fjölbreytileiki sé góður? Það alltaf að tala um þetta, það líka, það eitt líka. Ég hef aldrei skilið að fjölbreytileiki er styrkur. Nei, ég að segja það, það hefur verið alls konar orðaleppar sem hefur verið beitt í umræðinni eins og þetta að þó þú ert bara þá mótið fjölbreytileika, en það nefnilega líka sko að maður til bara rýnir í það, því það svo mikið tönlast á því að fjölbreytileiki sé svo mikið styrkur, að sko fjölbreytileiki hefur ekkit sjálfstætt gildi, hann ekkit gildi í sjálfu sér. Þess að fjölbreytileiki bara góður og slæmur eftir atvikum, sko, hann ekki dyggð í sjálfu sér. Og fyrir samfélag þá má kannski halda það fram að einsleitni hafi eiginlega miklu meiri kostni heldur fjölbreytileiki. Sko, ekki þar með sagt, ef við fórum í mannkynssöguna, það margt stórgóðslegt sem gerist að menningarheimar oft mætast, sko, og menningarheimar tengjast og jafnvel blandast, en það geta, en við höfum kannski ennþá fleiri dæmi líka menningar átök, og það er líka vegna þess að það alls konar svona mýtur líka og kreiki, menn halda að til dæmis að öll þessi alþjóðavæðing, öll þessi bara heimsverslun, hún bara færi alla saman, bara staðreyndin er svo að siðurinn og trúin liggur bara svo djúpt hjá fólki og kannski víðast hvar miklu dýpara heldur hjá fólki í Vestur-Evrópu, og hún hverfur ekkit í einu vetfangi, sko. Það alls ekki, sko. Hún getur jafnvel sem við séð, hún getur jafnvel styrst hjá fólki sem hinga flest, sko, og það getur styrst og leið í andstöðu við og andúð á því samfélagi sem það flutt til, sko. Þetta það sem ég ræddi við Teit Atlason þegar við vorum að ræða þetta, og ég hef sagt þetta nú áður í þessu hlaðvarpi, að eins og sko fólk sem hefur flutt til Bretlands frá Bangladesh með mun íhaldsamari persónuleg gildi, þar að segja svona gildi gagnvart því hvers konar klæðaburður ásættanlegur hjá konum og annað, heldur en í Bangladesh. Og þar einmitt sko benti Teitur Atlason á góðan punkt sem að náttúrulega viðbragð þitt við því að þér líði ekki eins og sért velkomin eða þér líður á tiltekinn máta náttúrulega svolítið að ríghalda í þín gildi. Og ég held að sko slíkar forsendur séu ekki uppskrift af mjög farsælli lausn, eins og við erum reyndar byrjaðir svolítið að sjá í eins og á Bretlandseyjum víða, sko. Já, það líka, og við sjáum náttúrulega sko bara til þess að bara með Bandaríkin sem alltaf gott dæmið, bara hvernig aðlögun tekist vel, að því að það alltaf bara mjög svona sko skýr samfélagsviðmi, og líka bara það
að borgararnir þurftu bara sjálfir að leysa sín mál sko. Það þetta grundvallaforsenda. Já, og svo að segja þessi velferðarkerfi á Vesturlöndum sem að grípa fólk og fólk verður ekki þáttakendur í samfélagi með sama hætti og við vorum áður fyrir. Það líka hana sem hefur náttúrulega við höfum glutrað niður sko, hér á landi er þetta sem fara að kalla social capital eða félagsauður eins og bara, og Ísland mjög gott dæmi, Bandaríkin náttúrulega sérstaklega gott dæmi vegna þess að sko þar var mjög veikt ríkisvald og menn kannski eini embættismaður var kannski fógetinn og fyrir utan það var ekki annað ríkisvald kannski á mjög stóru svæði, þannig að fólk bara leysti málin sjálft og stofnaði félög og reisti skóla og kirkjur og spítala og hvaðina. Og þetta sem sagt hún frækt þegar Alexis Tocqueville fer til Bandaríkjanna á vegum franskra stjórnvalda 1831 og átti að rannsaka refsivörslukerfið þessa nýja ríkis og hann var alveg hugfanginn sko. Hér er ekkert ríkisvald en það bara alveg öllu sinnt sko. Það er gríðarlega ríkt þjóðfélag en samt allar ríkisvaldi staðar sko. og þetta þjóðfélagsþróun sem verður síðan í Norður-Evrópu, hún verður í Bretlandi, hún verður á Norðurlöndunum og hún verður umfram allt sko löndum mótmælanda vegna þess að það þetta kaþólska kirkjan sem sinnir þessi löndum kaþólskar sko, hún alltumlíkjandi, hún sinnir það sem við köllum félagsþjónustu okkar tímum og rekur spítala og svo framvegis og Íslandi partur af þessari þróun, þar að segja hér sko eins og bara aldamótin sko þar sennistu sko að hér reist sjúkrahús og það allt reist af félagsamtaka og með þess að fyrsta sjúkrahúsi sem að opinbera reisir Landspítalinn reist sko það eru kvenfjölög sem að safna fyrir þessu sko og skólar eru reistir sem sagt á vegum félagsamtaka, iðnamannafélagi stofnaði Iðnskólann, verslunarmannafélagi stofnaði Verslunarskólann og það er óskaplega öflug svona félagsmála hreyfing ungmennafélög, ég meina verslunni færðin í landið á félagslegum grundvelli með samvinnufélögunum og svo með tímanum sem gerist sko að slaknar á þessu og það er svona og það er auðvitað margþætt en það sem kannski mér stóra máli er auðvitað bara einhvern veginn þetta þessi ríkisvaldið vexa þá einhvern veginn, þá treysta menn bara miklu meira og ríkisvaldið komu alltaf til bjargar og mér var svolítið gott dæmi sko því ég var varaborgarfulltrúi þá var einhvern tíman var orðið þannig að það voru borgarstæðismenn að hlaða bálkesti sko fyrir gamlárskvöld sko það bara ekkit verkefnis opinbera sko ef við viljum álfabrennu skilur og gamlárskvöld þá eigum við bara að gera það sjálfur sko þú er líka að vera að svifta skilur hinn almenna borgara bara gleði og ánægja af því að vera að gera eitthvað og taka til hendinni sko ef við ætlum alltaf að treysta á opinbera það var eitthvað annað dæmi sem satt svo líka svo mikið í mér, ég var einhvern tímann mætti þessi varamaður og fundi einhverju nefndi, ég man ekki hvað er svo margar þessar borgarnefndir sko og það var sko ég skildi ekki fyrsta leik, ég þurfti að taka mig sko hlið í vinnu, þetta var á vinnutíma ég skil ekki hvernig allt þetta vinstralið gat setið þarna sko tímanum saman að tala mikið neitt sko og þá voru það skipuleiki einhverja ráðstefnu sko til það var 100 ára ammali kosningar þetta kvenna og bara gott og blessa skilur og þannig einhverju kjörni fulltrúar að ákveða sko hvernig litur að vera á servittum og skilur í einhverju veislu og einhverju ráðstefnu og svo er fulltrúar minnihluta sem spurði hvort þessi samþykkir þessu og ég sagði bara nei og lit bóka móti þessu skilur, ég er nú bara í allskins félagsamtökum meðan virkur í sjálfstæðarflokknum við höldum bara svona fundi sjálf sko. Þetta er bara ekkit verkefni eins opinbera, þið eru ekki að sinna lögboðinni þjónustu vel og ýmsu sem þið sinni bara alls ekki þannig að sko þið bara geti ekkit staðið því að vera að halda það er að segja að vera að standa í einhverju viðburði sem er algjörlega óviðkomandi því sem er að gera, þetta er það sem frjáls félagssamtök eiga að gera, ekki opinbera og svona ég eðilega alveg stemninguna skilur en við erum bara komið svo langt frá þessari sko frumkvæðis hugsun borgarna, hann sé sjálfur hafa einhverju ábyrgð sko og það sem ég vil líka á að gera, það er að koma þess kemur sem sagt eins og bara fólk í stórum stíl ellendis frá sko og við erum komið með svona kerfi skilur, þú veist, fólki er þá ekki að fara að taka til hendinni heldur sko þannig að það verður þá bara ennþá við færumst þá bara ennþá meira nær því að opinbera eigi bara að sinna öllum hlutum og það er bara ofsalega vont samfélag og bara það er bara það þýðir alltaf það bara skattbyrðin eykst skilur og það er líka eins og bara við sjáum okkar tíma það er aldrei verið til að mikið af peningum en það er aldrei verið mikið kvarta undan skort á peningum einfallega vegna þess að hið opinbera er að
fást við sko, miklu meiri viðfangsefni heldur en ræður nokkuð tíma við, það getur ekkert sinnt þessu öllu saman. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Nei, ég er að lesa Vision of the Anointed eftir Thomas Sowell og ég held hann segi þetta í þeirri bók, ekki í upphafskaflanum heldur í fyrstu kaflanum, þar sem hann fjallar ákveðna þversögn í sambandi við sko, félagsauð og traust fólks til almennings og ákveðna svona tortryggni, þar sem hann bendir á mér ást þetta verður alveg svona, já, koma vel inn á, eða þú komst vel inn á slíkt dæmi þar sem mitt að þegar að fólk er í einhverjum svona félagasamtökum þar sem mikið af sjálfboðavinnu og öðru, að þá er fólk miklu líklegra til þess að, já, vera miklu ánægri með slík fyrirbæri en hins vegar þegar að hið opinbera væri komið og sagt að þú eigir að greiða fyrir þetta og þú eigir að vera ánægð með þetta og svona einmitt þessi sýn hinna útvöldu er einmitt að það eigi að vera kökubakstur á þessum degi út af því að þetta er svo mikið fagnaðarefni, tökum bara kvennafrídaginn eða eitthvað annað. Að þá er hið opinbera rosalega með mikla aðkomu að þeim vettvangi og það er miklu líklegra til þess að valda tortryggni frekar heldur en ánægju gagnvart viðburðinum. Frekar heldur en einmitt þegar það er einhver ákveðin félagsauður þar sem að fólk er að nota eigin krafta og finna sjálfboðavinnu og leggja til fé sjálfur til þess að láta eitthvað tiltekið málefni, já, vekja athygli á einhverju öðru og svo getur verið með styrktarbás þar sem að fólk getur lagt fram frjáls framlög. En þegar aftur á móti hið opinbera og þá erum við að tala um þessar svona útvöldu sem eru með einhverjar rosalegar hugmyndir það hvernig samfélagi að vera og hverju að fagna öðru, að þá er það miklu líklegri til þess að valda tortryggni því að þú ert að nota fé annara til þess að mála þig upp sem góða mannesku. Já, ég hugsa út í þetta. Nei, þetta er mjög góð pæling líka sko. En við höfum bara, en við höfum náttúrulega líka sko... Og þetta minnkar líka út af það sem þú varst að tala um áðan, að þú veist að þetta hefur minnkað. Þetta náttúrulega minnkar það líka þegar að við erum með þá sýn sko að þið opinbera eiga sinna þessu, sem veikur samt á sama tíma tortryggni gagnvart því, eins og bara með kvennafrídaginn sem er náttúrulega bara einhver della, þar sem að fólk er að sko, veifa og heilsa nauðsynlegum starfsmönnum til þess að Landspítalanum sem eru oftast útlendingar út af því að skrifstofukonur þurfa að fá einhver frídag til þess að forðast kulnun sem að svo verður ekki úr út af því að fara samt í kulnun og við einhvern veginn bara svona já þetta er allt eðlilegt en að sjálfsögðu vekur þetta miklu meiri svona tortryggni gagnvart viðburðinum heldur en ef þetta væru bara algjörlega frjáls framlög sko. Já, það er að segja, og líka ef það væri bara eitthvað sjálfsbrottið sko líka. Já, sjálfsbrottið sem væri, það er að segja hérna að borgarinn fyndi þetta hjá, fólki fyndi hjá sjálfu sér skilur þá, einmitt þess að gleði að fagna einhverju skilur en það kem ekki að ofan sko, þetta er hérna, enda líka við sjá náttúrulega bara eins og með, sko, og því Bandaríkin er svo gott dæmið, það er bara svo stórkostleg þjóðfélagstilraun, sko, hérna, sem við náttúrulega, þú veist ekki það þeir hafa þetta líka glutra þessu niður mjög mikið sko. Sem er þetta mjög áhugavert að velta fyrir sig af hverju sko, þú veist, það er ekki bara ríkisvaldið óks, það er náttúrulega líka að koma hérna, sko, fólki fluttist í þessi stóru útkverfu, það færðist fjær hvert öðru sko, bara svona bara fysiskt og svo er líka náttúrulega sjónvarpið bölvaldur í þessu sko, það er þessi svo tækni öll skilur, því fólk fór út á kvöldin og var á mannfundum og skilur og hitti annað fólk sko, þannig að svona, þú veist, það er alls konar þættir í þessu, en auðvitað stóri þátturinn er auðvitað bara hvernig ríkisvaldið þenst út og eins og bara okkar tíma við sjáum bara, það er eiginlega, það vantar líka bara inn í pólitíkina sko einhverju öfl sem eru þá raunverulega berjast fyrir því sko og tala það bara alla daga að minnka það opinbera og einmitt á þessu nótu sem við erum að tala og líka kannski sem sjá gildið í sko frjálsu framtaki borgarna sko og skilja þetta, ég er ekkit við sem allir þing með sjálfstæðarflokk sem bara skilja þetta sko, maður hugsaður út í þetta er eins og með hérna, þetta er eins og sko
það var mjög athyglisverð grein hérna sem birtist í Andvara, ég kannski hérna örfáum sem nenni að lesa Andvara það var það er alltaf svona ævi ágrip einhvers og ég held að það var í fyrra, það var ævi ágrip Ragnhildar Helgadóttur sem var önnur kona sem var ráðherra og var svona fyrir Sjálfstæðisflokkinn, önnur kona á Íslandi sem var ráðherra, hún kom mjög ungin á þing hérna innan við 30 á 7. áratugnum og það sem mjög athyglisvert að hlusta alveg svo hennar jómfrúaræði á þingi, hún var að tala sem sagt, skattaafslátt til handa þeim sem væri sem sagt, að legða mörkum eitthvað til sem sagt, frjálsra félagasamtaka og hún var að tala gildi kirkjunar, hún var að tala gildi fjölskyldunar og einmitt frjálsra félagasamtaka, hún þekkti mjög vel sjálf og hafði þessi sjálf verið mjög virk í félagsstarfi og svona, hvar eru þessi gildi sko? Þetta er eins og bara tökum bara svona lítið dæmi eins og þegar ríkisstjórn Kristrúnar núna hérna, sem sagt, afnemur hérna eða þess að allar afnema, ekki maður hvort komið til framkvæmd hérna skatta frá drátt hjóna, skilurðu. Þetta er bara aðförað fjölskyldunni, skilurðu. Þú veist að hjón, þess að horfa ekki á hjónin sem einingu og fjölskylduna, skilurðu. Líka bara på hvatan, sko, og fæðingatíðin og getur líka tekið að hanga. Já, og bara, og þú veist að fólk standi saman í fjölskyldum, skilurðu. Það er sem grunn eining þjóðfélag, skilurðu. En svo eru bara skilur bara öfl og hugmyndafræðin sem líta svo á það eigi ekkert að vera grunn eining, skilur þú veist að vilja bara brjóta þetta bara allt upp sko, og þið sjáum eins og bara líka eins og bara margt svona svo er líka menningamunur í þessu sko, að því að hérna mjög heillar ofta Japönum til dæmis, bara eins og það sem mjög athyglisvert einmitt hérna að bera saman að hérna þú örugglega séð þessar líkingar, Niall Ferguson með þessar líkingar í bók sem Ascent of Money sem er að bera saman velferðaríkið í Japan og í Bretlandi og ótrúlega skemmtilega lýsingar vegna þess að sko að ég held þetta bara mjög fljótlega sko hérna á 8. áratugnum þá var þetta bara hvað það var 17% af útgjöldum ríkissjóðs Breta eru bara til velferðamála, þetta bara eykst ykkur prósentustig hérna á hverju ári liggur við sko og hérna og þetta er bara algjörlega orðið óviðráðanlegt, skilur, að þú ert með eitthvað ókeipis og þá bara sækja menn í það, skilur, þú veist, og þetta er bara bitnar atvinnu þáttöku og það er gríð, þú veist, ég held að meiri hluti af öllu íbúðarhúsnæði sem verið að byggja á þeim tíma er félagslegt húsnæði og hérna, þú veist, það er alveg ástæði fyrir að Thatcher kemst í valda, skilur, menn bara það þurfti bara eitthvað mjög róttætt til að losna út úr þessu en á sama tíma er svolítið áhugavert að sko Japan, þar hafðu menn sko meiri rétt að almenningur átti meiri rétt á þjónustu en menn tóku almennt ekki meira en þeir þurftu að halda, skilur. Þannig ef að menn gátu haft sko afagamla heima þá höfðu hann heima í staðin fyrir að loka hann á stofnun sko, skilur. Og þetta er líka, maður hugsa sko eins og bara hvernig farið með gamalt fólk sko sem býr margt hvertu lagari kostheldur en fangar hérna, skilur. Þú veist bara bæði hvað var að fæði og aðbúna sko. Að hérna og þá er ekki bara að tala að sko, það er ekki að tala þetta eigi verið höndur ríkisvald, þetta berum við sem einstaklingar ekki ábyrgð, en þá náttúrulega eftir því sem að ríkisvaldi stækkar og stækkar, skilur, þá bara líta með svo á að hérna þetta eru réttindi að hérna opinbera eigi bara taka við þessu, skilur, menn beri bara ekki ábyrgð sjálfur. Ég er að þjálfa stelpur sem eru á táningsaldri, það er að vinna hrafnistu og ég sagði það nú bara frábært hjá ykkur og hérna mikilvægt starf og ég hef verið núna í 15 ári í umönnunarstarfi sjálfur og mæli með því út af því að maður lærir mikið á sjálfan sig og maður lærir líka að takast á við erfið tjáskipti, þannig að það er auðveldara að takast á við til dæmis pólitíska andstæðinga eftir að vinna með fötluðum. Ég er ekki að segja að vinstri menn sé það en það er auðveldara að eiga tjáskipti við einhvern sem að skilur mann minna og það sem að mér þótti samt sem að það er alveg magnað er að heyra lýsingarnar frá þeim sem eru að vinna þarna og það er útskýrið fyrir mér, já, það er náttúrulega bara mikið af útlendingum og mikið af táningum og svo er mikið af gamla fólki, eðli máli samkvæmt og ég hugsa með mér, en er ekki svolítið sérstakt að við þarfum okkar til þess fólk sem að einhvern veginn skapa þetta samfélag og bjóð til miklu betri lífskjör heldur en að þau byggu við og þurftu náttúrulega að takast á við miklu verri kjör, þurftu að takast á við allt öðruvísi veruleika, meiri eymd að einhverju leiti, að við einhvern veginn að það sé bara fólk sem að skilur þau ekki og þau skilja ekki og táningar. Jú, og það er líka, en sko, og menn alltaf verðum alltaf, og nú er kannski umræðan, óbur umræða snýst almennt það
hvernig sko ríkisvaldi sé ekki að standa sig sko, en við þurfum líka náttúrulega að horfa á einstaklingana sjálfa og ég tala með oft þetta við nemendum mína sko, ef þið eigið af eða ömmu eða langum og langafa, heimsækið talið þau, vegna þess að sko það líður ekki svo dagur að mér verður ekki hugsað til þess, ég væri til í að eiga ennþá af og ömmu sko, sem getur, það er mjög margt sem ég langar að spyrja þið út í sko, það er bara alltaf seint sko, þau eru löngu látin öll sko og þetta er svo dýrmætt sko líka bara til að þekkja sjálfan sig og það er með svo vaknar svona spurningar hjá manni sko forfeðu sína skilur. Þú veist að ég hafði upp á einu gömlu frænda mínum í Skagafirði sem að vissi ýmislegt fjölskylduna sko, en bara að afa mínur og ömmur eru ekki lengur til frásagnar sko. Og svo líka hitt sko, veist að þetta tengist líka því hvernig við þurfum að standa sko föstum rótum í okkar eigin sögu og menningu, þetta tengist líka bara, það er ekki til að kenna Íslandssögu og það er að segja og sem ég bara botna ekki í en það var mitt svolítið áhugavert, hann benti mér á það það var sambandið með hann Eyþór Árnason hann var skáld og var starfað lengi í Hörpu og var á Stöð 2 og kannski margir þekkjan, hann hafði sambandið með sumar og bað mig að hann er að gera heimildaþátt Reynistaðabræður og hann hafði sambandið mig og bað mig að aðstoða sig að því að það er að segja að skoða aðeins dómsmálina því mér var í máli skylt því þeir eru frændur okkar en þeir létust náttúrulega seint á 18. öld sko. en það er ég segja það en mér er málið skylt sko, af því þeir eru frændur mínir skilur og það er ofsalega vont ef við losnum við þess að við missum öll þessi tengsl sko, líka bara það er öll þekkingin sem fer á milli kynslóðana, mér veist að eins og ég var að tala, mér veist það rosalega oft fallegt þegar maður heyrir með dæmum það þegar fólk ungt fólk nær góðum samskiptum við afa sér og ömmu. Það verður einn nefandi mér var að segja mér frá um daginn. Hann stofnaði fyrirtæki utanum hann var að smíða hestakerrur sem hann lærði af afa sínum og tiltölulega einfalt handverk sko. En hann semst farin út í rekstur við þetta og þetta er eitthvað sko, það er að segja þessi tengsl með ekki rofna og þannig sjáum við raunverulega að það er alltaf sökudólgurinn þessu er aðalega opinbera hvernig það þenst út og einhvern veginn missum sjálf sjónar á því að viðhalda þessum tengslum við forfeður okkar og ættingja sko. Þessi bara verkefni hins opinbera. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta á uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Já, þetta er reyndar sko áhugavert að pæla í þessu út af því að sko, Gunnar Smári gagnrýnir alltaf sko nýfrjálshyggjuna. Undir þessum formerkjum nákvæmlega sko að það hafi verið félagsamtök og stéttarfélög og aðrir sem hafi byggt upp mikið af því sem við teljum gott í íslensku samfélagi. En mér finnst hann fara með svolítið fleipur sko sérstaklega út af því að hann setur þetta oft í samhengi við aukna skattinnheimtu. En þetta er sko tvíþætt fyrirbæri. Það er að segja að við erum annars vegar með ríkið sem á að sinna ákveðnum grunnskildum þenst alltaf út af því að við erum einhvern veginn með, þetta er einmitt það sem að Thomas Sowell fjallar líka í svona Vision of the Anointed, að þetta er svona 4 skref sem að farið er í af hálfu hinna útvöldu sko, það er skilgreind ákveðin krísa og krísuna þurfum við að bæta þrátt fyrir það að sé oftast nær engin krísa eða jafnvel vandinn að minnka ef eitthvað er og síðan segja þeir hvað þurfum við að gera þeir sem eru gera athugasemdir við það segja að þetta geti leitt til þess að það verði öfugsnúinn hvati, þar að segja að það verði skynsamlegra að haga sér á tiltekinn máta og sem að hefur með þessa krísu að gera
og svo verður það úr að það verður náttúrulega oftast nær eitthvað sem að krísan bara einhvern veginn versnar og versnar og þá er sagt, já, krísan hefði orðið miklu verri ef við hefðum ekki gripið inn í þannig að hún er aðeins skarri og þannig að við þurfum að bæta ennþá meira í og ég hef alltaf hugsað þetta út frá því sko að þegar við erum með ríki annars vegar og svona félagslegt umboð hins vegar þar sem að umboðið kemur í krafti þeirra sem að vilja taka þátt, ekki út af því að þeir eiga að taka þátt að sko hið síðarnefnda eru miklu jákvæðar og maður man eftir ég bjó í Bandaríkjunum þar sem einmitt eins og við erum búin að koma inn á það öðruvísi fyrirkomulag að þá voru allskinn svona hverfafélög ég bjó í fátæku hverfi sem heitir Dorchester og var nálægt því eða hjá hérna kærustunum minni sem bjó í West Roxbury og þá var það svona hverfisfélög sem voru að hittast og það var alltaf eitthvað, allar helgar einhver með eitthvað, þú veist, svona barbecue eða eitthvað þannig miklu ríkara í svona hinnum bandaríska anda sem eiginlega fer mjög mikið á skjön við okkar hugmyndir það hvert svona hefðbundna vinstri og hægri þar í landi, sko. Já, og líka náttúrulega, þú þekkir náttúrulega Bandaríkjamenn flytja náttúrulega mikið og það er ástæðan fyrir þeir eru svo opnir að þeir vita að það er líklegt að þeir muni einhvers staðar, þeir muni bera beinin annars staðar að voru fæddir og það þarf að kynnast nýju fólki og það var allavega þannig mjög lengi sko þegar fólk hluti á nýjan stað það fyrsta sem gerði var að finna sinn söfnuð sko og koma sér í samband þannig við fólk sko í gegnum félags það er starfið í kirkjunni sko það er þar voru þá allir sem þurftir að það er að segja að allir iðnaðarmennin sem þú þurftir að leita til og þar var læknirinn sem þú ætla að vera heimilislæknirinn þinn og svo framvegis skilur það var fólk á þá leisti úr þessu sjálft þá bara það er að segja límið í samfélaginu voru þá félagsamtökin sem var líka hér á landi sko hér voru gríðarlega öflug félagsamtök út allt sko, bæði hér í mesta þéttbýlinu og út sveitir sem að héldu uppi allskyns þjónustu sem orðin opinber á okkar tímum sko, og þarf ekkert að vera opinber sko. En það er líka náttúrulega sko, ekki það, þá er ekkert að segja að maður sé að tala endilega móti eða séu ríkiskólar eða séu til eða opinber að koma til þess eitthvað að heilbrigðisþjónustu þegar þurfum að kannski tala um þess að svona dýrustu útgjaldaliði en það er ekki gott að þið opinbera sinni svo eingöngu eins og næstum því núna eins og bara með menntakerfi það er við erum eiginlega eingöngu opinbert menntakerfi það er svo verið svo miklu æskilegar fleiri kæmu að því og svona og það er líka hitt sko það þarf líka bara meiri samkeppni til þess að bara milli skóla sko það þarf það sem væru fjölbreyttari rekstrarform heldur en þetta sé allt undir hatti ríkisins og það er líka eitt sem aldrei talað sko að sko og það var einn ráðherra sem sagði mér sem var heilbrigðisráðherra fyrir nokkrum árum að hann sagði bara þú trúir ekki Björn hvað er mikill munur á sko rekstri heilbrigðisstofnana þá erum við að tala um sko tugir stofnana sko hjúkrunarheimili og spítalar þú trúir ekki hvað mikill munur á sko rekstra niðurstu bara eftir því hver að reka þetta hvort það einhver hæfi rekstramenn Þetta er mjög vel falin staðreynd sko ég þekki það eftir að var rannsakaði með heilbrigðiskerfi sko Já, og þú veist alltaf að tala um aukinn fjárhaustur en sko getum við virkilega ekki farið betur með fjármuni sko og sérstaklega reynir alltaf á þetta í heilbrigðiskerfinu því það er svona að því það er alveg ósegjandi hít sko það er alltaf hægt að bæta í sko þar alveg sérstaklega þar sko Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákanir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Þú nefnir skólana, við verðum eiginlega að ræða eitt. Guðmundur Ingi kom í Kastljósi í gær þar sem hann var að tala menntamálin og mér sko það er erfitt að tala hreint út þetta út af því að þetta örugglega ágætis maður en mér finnst þetta að vera óboðlegt að menntamálaráðherra sé
jafn illa að sér eins og virðist vera og eins og kemur fram í þessu viðtali og til dæmis að hann hafi komið sér í þessar aðstæður þar sem hann að tala I am good morning og this is a great opportunity og sko maður veit ekki alveg hvernig maður á að ræða þetta en mér finnst eins og þetta sé bara nauðsynlegt að ræða að menntamálaráðherra ekki starfi sínu vaxinn og það leiðilegt að segja út af því að hann virðist vera alveg frábær karl en mér finnst þetta vera einhvern veginn orðið þannig að við bara gerum þetta ákveðin svona hvað ég að segja, svona sveitaháttur þar sem að svona, maður lætur þetta bara einhvern veginn slæta, þetta virkar örugglega miðað við sko hvernig menntakerfið á þeim stað sem það á í dag að þá finnst mér algjörlega ruglað að ríkisstjórnin núverandi sem sko mönnuð af mjög fínu fólki víða geti boðið okkur upp á þetta. Já, ég meina, hann ekki starfið sínu vaxinn, það bara þannig og ég ætla bara fullir af það og það líka náttúrulega sko og þá komið líka því að þingið ekki nógu vel skipað. Það náttúrulega hefur orðið atgerðisflóttu pólitíkinni, þetta feimnismál að ræða og það svo sem erfitt líka að greina það, skilur, það erfitt að flokka menn, það að segja hvaða mælikvarða ef þá leggja á það til þess að sína fram á þessi atgerðisflótti. En ég til dæmis nota einn mælikvarð og það til dæmis eins og sko hvaða árangri hafa menn náð sem sagt það bara í samfélaginu áður en þeir fóru í pólitík og það ýmsir mælikvarðar. Við getum sagt til dæmis eins og sko hafa menn til dæmis eins og svo að ef þú ert í atvinnurekstri hefur þeir vegnað vel í atvinnurekstri, hefur náð árangri þar. Ef þú ert fóringi í stéttafélag, nýtur mikils trausts og umboðs fólks, skilur, hefur stýrt stéttafélagi farsælega til langs tíma. Ef þú ert í akademíunni hefur þið vegnað vel þar, skilur, og eða ertu forystumaður í íþróttarhefingunni, skilur, fólk sem hefur eitthvað sko umboð, sko, sem hefur svona, og þannig var pólitíkin, sko, með að það voru ekki áður en fórum út í atvinnumennsku og þetta kannski sérstaklega slæmt til alltaf borgarstjórnin sem bara einstaklega illa skipuð með það sem var, vegna þú varst með topp fólk sem var ekki í fullu starfi við þetta og gerði miklu meira viti heldur en fólki sem í fullu starfi núna og sko þannig að það það sem hefur gerst, en það ekkit í lagi að menntamálaráðherra tali ekki gott mál og eins og vera látið að þið liggja, það skiptir bara einhver máli, sko. Og hvaða skilaboð það þá til nemynda í þessu landi og þá kennarana líka ef málvöndun skiptir bara einhver máli. Og eins og bara ef maður sá eitthvað skilaboð þarna, það var eitthvað auglýsing sem ég sá frá flokki fólksins sem einhvern í boðskapinu var að skiptir bara einhver máli hvernig þú talar. Og svo skildi hann sér á bak við það að hann væri með iðnmenntun. Býtu, hvað hann að tala niður iðnmenntun? En hann ekkert með iðnmenntun. Hann lauk ekkert prófi hann lauk ekkert sveinsprófi. Ég veit ekkert hvað maður komið langt í þessu námi, sko. En ég meina, sko, og það var svona alveg sama hvernig maður lítið á þetta var algjörlega galin framsetning, skilur. Nei, það á að vera þar sem við eigum að sko Alþingi á ekki að vera þverskurður þjóðarinnar, sko. Við eigum að fá, það að segja, ég vil að mjög hæft fólk setjist á Alþingi og sitji í ríkisstjórn og ég vil sem svo að þú er svo gaman að vitna í bækur. Ég ætla að vitna í hérna bók sem kom út fyrir 2 árum Ævisa Jóhansa Nordal sem nú eiginlega bara svona skildulesning fyrir alla sem pæli í svona þjóðfélagsþróun á Íslandi og það er svo sláandi að lesa þegar hann að lýsa viðreisnar árunum, sko, fyrir og eftir líka vegna þess að sko, og hann mikið inn á ríkisstjórnarfundum og þess að viðreisnarstjórnin kemst til valda 59 og svona til að rifja upp að það að segja hún hefur svona frumkvæði að vinda ofan af þessum haftabúskap sem hafi verið og það var meiri áttar átak, sko, þú veist, að fella gengið og fara í alls konar mjög svona drastískar aðgerðir til þess að losna út úr þessu ástandi og hann mikið inn á ríkisstjórnarfundum en máli bara þetta er svo mikið toppmenn sem voru í ríkisstjórnin á þessu tíma það er að segja það er Ólafur Thors og Bjarni Bendisson sem er bara nokkað færustu lögspekingum bara síðustu aldar og þú varst með Emil Jónsson og Gylfi Þór Gíslason sem var menntamálaráðherra í 14 ár og prófessorsembætti beið eftir hann út í háskóla allan tíman, sko, sem var náttúrulega kannski ekki alveg í lagi en og Magnús frá Mel og fleiri, þetta voru toppmenn, skilur, og enda líka, skilur, það var gríðalegur uppgangur á þessum tíma, en það er svo áhugavert, sko, ríkisstjórnar sem voru fyrir og tók svo við, voru miklu verri skipar, það voru bara ekki eins hæfir menn við stjórnmálin og það skipti máli hverri stjórna
og og eins og líka það var ekki bara efnahagsmál, menn líka til dæmis eins og menn til dæmis kom upp sjálfstæði ákæruvaldi var bara skúffað í ráðuneyti áður, skilur, hafði verið pólitískt misnotað, þannig að það er settur upp embætti ríkissaksóknara og það er svo ótrúlega margt gert í umbótum en þá þurftur náttúrulega að vera hæfir menn sem kunnu til verk og vissu hvaða breytingar þyrfti að ráðast í, sko. En mér finnst oft ráðamenn okkar tími vera svona hálf rökþrótta og bara ekki tafa, oft líka bara skorta bara svona skýra sín á þjóðfélagið, sko. Já, þetta hefur náttúrulega að gera með undirliggjandi hugmyndafræði og þetta er ástæðan fyrir því ég er búin að vera að fjalla mjög mikið það undanfarin ár og loksins er þetta aðeins að ná einhverjum slagkrafti það hversu hættulegur réttrúnaðurinn raunverulega er. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Hægri menn leyfðu sér í mjög langan tíma einhvern veginn, þeir eru ekki of mikið að pæla í efnahagslífinu, þeir eru að pæla í einhverju svona félagslegum þáttum, þannig að við þurfum eiginlega ekki að vera að spá í þessu, sko. Við getum verið að græða okkar penning og þá þurfum við ekki að afgera þessu. Á meðan var við náttúrulega verið að mylja undan stoðunum sem að gerði það að verkum að maður gat verið að græða penning og maður hafði það svona það er félagslegu aðstæður til þess einmitt að geta grætt penning. Þetta er einmitt það sem er komið mjög vel inn á í Why Nations Fail, það sem er fara yfir hvaða grunnundirstöður þurfa að vera, sérstaklega hvað varðar félagslegt kerfi til þess að þjóðir ná árangri og af hverju þær glutra niður þeim forsendum sem þurfa að liggja fyrir til þess að mann ná árangri. En þetta er eins og þú segir, sko, að við einhvern veginn höfum rosalega mikið verið að spá í því svona, og er ekki gott að hafa eina svona manneskju inni á Alþingi? Þarf ekki þessi manneskja að hafa einhvers konar representation, einhver svona sinn fulltrúa til þess að henni líði betur með það og mögulega sjáu fyrir sér að geta sótt í það sjálf? Og þetta er náttúrulega algjörlega galnar forsendur sem hafa náttúrulega haft, ef við tökum til dæmis Bandaríkin og menntakerfið þar, hefur haft gríðarlega vond áhrif á þeldökka, þar sem að þeir þeldökkir sem að klára nám fá hvergi vinnu út af því að það er svo erfitt að gera ráð fyrir, eða vita hvort að þeir hafi raunverulega staðið sig í námi eða hvort þeir hafi fengið afslátt á því hvernig þeir kláruðu sitt nám. Að vita þetta allir. Ég talaði bara vini minn í Boston og þeir sögðu það var bara erfitt. Þetta með sko sem er enda réttrúnaðan kvarta líka yfir, eða með til dæmis nafn sem að ber þess merki að þú sér þeldökkur, þá ertu ólíklegri til þess að fá atvinnuviðtal. Nú af hverju er það? Það er út af því að það var gerður afsláttur á því hvernig þeldökkir þyrfti að standa sig í námi. Þeim gekk betur í námi til dæmis fyrir árið 1950 áður en að Jim Crow var svona að fullu afnumið. Og við gerum einhvern veginn bara svona ráð fyrir því að þetta hafi ekki áhrif, en þetta hefur líka verið að gera sérna. Það sem við höfum verið að tala það að ákveðna konur þurfa að hafa ákveðin svona fulltrúa til þess að þær geti séð sér fyrir sér á þeim stað. Og ég held að þetta svona stanslausa kröfuleysi valdið því að við séum einmitt með sko, og ég held að hafa ekkert bara að gera með Alþingi, ég held að hafa bara að gera víða það sem einhvern veginn fólk fær afslátt af því hvernig það þurfa að standa sig í vinnu. Og þetta, eins og segja, og grunnundirstaðan er náttúrulega bara þessi réttrúnaður. Að við höfum einhvern veginn gert ráð fyrir því að fólk þurfi ekki að standa sig út af því að við höfum einhvern veginn að gera afslátt út af því að kannski upplifðir þú einhvern tímann eitthvað eða ekki og heldur ertu á einhvern máta og þar alveg einhvern veginn að gera afslátt. Sem náttúrulega bara lækkar allt niður á lægsta samnefnara. Já, og svo líka það sem gerir þetta allt miklu erfiðara hérlandi er að við höfum ekki próf. Þannig að það er að við vitum ekkert hversu slæmstaðan er, sko. En prófin voru náttúrulega afnumin líka út af réttrúna. Já, og ég veit ekki, sko, og þarna skilur svo líka er einhver sögu mannþekking sem mér finnst blasaði líka. Sko, að því menn, sko, hvernig var ástand bara með þessi Evrópuríkjunum, við horfum kannski ekki á Bandaríkin og horfum kannski á Evrópuríkin, svona bara aldamótið þar sinnustu, sko. Þá voru forréttindastéttir víðast hvar. Það er að segja sem að þá voru
með ýmsum hætti, það voru aðalsættir og þess að sem höfðu forgang til náms og höfðu líka líka forgang til ýmissa embætta, skilur, eins og þetta var þekkt eins og með utanríkisþjónustur og það voru yfirleitt skipaðar aðalsfólki og sko, en svo það sem gerist millistríðsnámi kannski sérstaklega fullum þunga eftir síðar heimsstyrjöld, það er að menn segja, við viljum hafa þetta sem við kalla meritokrati, skilur, það er að segja við viljum, það er að segja menni að búa við, sitja við sama borð, sko, það er að segja uppruni á ekkert að stjórna því hvaða tækifæri þér eru búin og það er að segja þessi félagslegur uppruni og þetta tekst nefnilega, sko, og þetta tekst og ég held að það er örugglega stóran þátt í bara í efnaðaslegri velgengni á eftirstríðsárunum að fólk fær að nýta hæfileika sína. En svo veltir maður fyrir sér, skilur, hvernig þetta hefur þróast, skilur, svo hefur orðið mjög mikill afsláttur á námið seinna og það er alls kyns hugmyndafræði sem hefur læðst aftan að okkur. Það er umverulega hugmyndafræði að það megi enginn skara fram úr, sko. Það megi ekki mæla, sko. Og eins og þetta sem að Bjarki Baxter sagði frá nýlega með B væri best, skilur, það er ákveðin hugmyndafræði. Hún er bara læðst aftan að okkur og þetta er mjög þetta hefur verið mjög lúmst en þetta hefur raunverulega gerst, það hefur raunverulega orðið sem sagt bakslag í menntun og það er mjög svona gaman að skoða bara gamla rannsóknir. Ég var eitthvað að grúska í svona einhverjum skandinavísku menntaransóknum frá því á sem sagt á 7. áratugnum. Þá voru menn að velta fyrir sér sko þetta var mjög lágt hlutfall árganga sem að lauk stúdentsprófi og fór í háskólana og þú veist þetta voru kannski bara nokkur prósent, skilur, kannski, ég veit ekki hvort það fara að nálgast 10% eða eitthvað, það er að segja að þetta var enn lægra hér á landi á þeim tíma og menn er að velta fyrir sig, sko, það þarf að opna háskólana meira, skilur, það þarf að fjölga framhaldsskólum, fjölga plássum, þannig að þú veist að því að þar sem menn sá líka fyrir þess að þyrfti meira af háskólamenntuðu fólki á ýmsum sviðum og þá sá ég rannsóknir á því, sko, miðað við til þess að bara kröfur til stúdentsprófs. Þá voru menn að velta fyrir sér, sko, hversu hátt hlutfall árgangs, sko, gæti staðist þær kröfur á þeim tíma. Og það var svona, þú veist, þegar ég sá eitthvað dönsk rannsókn, það var í kringum þriðjungur. Þú veist, í þessu norsk rannsókn var svona nærri 40%, sko, en svo ertu komið á það stað, sko, það sem að kannski, mikill meirihluti líkur eitthvað sem þú kallar stúdentspróf. Það er þá bara eitthvað allt annað próf, skilur, þú veist, og svo er allt kallað stúdentspróf, sko, í staðin fyrir að við værum með ólíkar gerðir af prófum, skilur, það er að segja, að því að það verður að hafa eitthvað raunhlýtt inntak, sko, stúdentsprófi sem slíkt, skilur, og hér komum aftur að því, veistu, við erum alltaf bara höfum fjarlægst svo mikið nágrannlöndin, ég segi það mögulega því að menn alltaf eru bara hættir að skilja dönsku, sko, og setja sig inn í mál í Skandinavíu, allir með svo í Danmörku, skilur, þar eru mjög afmarkaðar, sko, afmarkaða deildir í framhaldsskólum, skilur, annarkvort þú ætlar að segja, og mjög skýrt, skilur, það er bara svona 3 megin deildir, það er að segja hvort það sé humanist eða raunvísind og starffræði og svo viðskiptagreinar, skilur, og menn velja það í samræða. Hér er, sko, mér skilst að í mörgum skólum sér þannig að flestir útskrifast ekki á neinni braut, sko, eitthvað sem er kallað opin braut. Hvers konar þvæl er þetta, er framhaldsskólanám þó ekki undirbúningur undir háskólanám og þá er þess að svo hugmyndafræði sem hefur verið sem sumir aðhyllast upp í háskóla, nei, hann er bara undirbúningur undir lífið, sko. Já, ok, gott og vel, en menna, já, sjálfsagt líka, en þá er spurning hvort að tímanu sé þá ekki bara betur varið út á vinnumarkaðanum ef þetta er bara undirbúningur undir lífið, sko, þú veist, það er svona bara, það er svo margt einkennilegt sem hefur svona, og mér finnst þetta orðið svolítið, sko, ég veit ekki að því að sko innanblæð því að vorum að minnast á Guðmund menntamálaráðherra því að ég held að hann sé góður maður og vilji vel, sko, en mér finnst hann hafa lent í klónum á okkur fólki sem stýrir honum inn á þessar brautir vegna þess að ég hef ekki heyrt neitt menntamálaráðherra að tala svona opinskátt, sko, dellu hugmyndafræði, sko, það er eiginlega, og ég held að það sé ekki við hann að sagast, sko, það er eitthvað fólk sem hefur algjörlega náð tangarhald á honum, sko. Já, maður veit þetta nú bara hafandi talað við bæði Hermann Sigmundsson og Jón Pétur Símsen og sama hvar þeir hafa
stíi niður fæti að þá gengur skólakerfið betur þrátt fyrir þá hörmulegu umgjörð sem að þeir þurfa þó að starfa innan og ég tala við krakka sem voru til dæmis í Melaskóla þegar Jón Pétur Símsen var þar skólastjóri og þessu bara það var allt hræðilegt áður en að Jón Pétur kom það var allt betra þegar hann kom og það var allt verra þegar hann fór Kveikjum neistan í Vestmannaeyjum tala allir bara það og ég skil ekki eftir svona mörg ár og eftir, þó ég segi sjálfur búin að tala þetta mjög mikið kannski ekki nægilega mikið og kannski ekki bara nægilega margir að hlusta en ég skil ekki hvernig þú getur verið með kerfi sem að sýnir bættan árangur allstaðar þar sem að það prófað en samt sem áður getur fólk komið við til og sagt bara já, nei, þetta virkar ekki út af því að það eru tilteknir hópar sem eru ekki þarna eða þetta svo sérstakt dæmi og þú getur ekki alhæft svona og maður bara, hvernig getur þetta verið? Það að segja, maður sér þetta náttúrulega í mörgu öðru líka, það að segja hérna, mér kemur upp í hugan sko, þú nefnir þetta þegar ég var fyrir nokkrum árum út í Svíþjóð og var að tala við 2 kollega þar og útlendingamálin og þeir bara fulliftu það var engin útlendingavandi í Svíþjóð sko. Skilur, þú veist, það að segja menn geta náttúrulega bara verið algjörlega lokað augunum fyrir einhverju snargölnu ástandi sko. Þeir gerðu það náttúrulega þegar Trump sagði hérna look at what's happened in Sweden það mætti, ég man í hvort það var utanríkisráðherra eða forsætisráðherra og sagði bara það engin vandi í Svíþjóð þetta var 2017 ég veit ekki, svo getur vel verið að fólk trúi þessu skilur, menn geta orðið mjög samdauna umhverfi sínum sko og svona og fara, eins og segi, fara að líta á eitthvað sem að eins og segi snargalið ástand sem bara einhvert nýtt norm sko. Þannig að þetta samt sko, ég líka til þess að undirstrika alvarleika málsins að datt mér heitt í huga meðan þú varst að fara með þessa góðu ræðun hérna rétt á hann að við gerum okkur ekki eins og segi, ég held að sko alvarleikin sé sá að við gerum okkur ekki grein fyrir því hvers alvarlegt það er gríðarlega alvarlegt ef að menntakerfið heldur áfram í þeim fasa jafnvel þó að séu næstu 2 árin ef að það ekki grípið í handbremsu núna þá erum við bara að fara að sjá þá erum við að taka tækifæri af fullt af ungu fólki þú hefur dreigið þetta nefnilega reglulega sem þáttum finnst mér mjög vel saman kannski með þeim hætti sem ég hef kannski ekki eins og hann ekkit kveikt á það er að segja að við erum svo upptekin að þessi svo góð lífskjör hérna sko en af hverju eru góð lífskjör sko og það er hérna og það eru alls konar teikn á lofti að við séum að glötra ýmsu niður sem stuðlaði að góðum lífskjörum og hérna og menntakerfið þar á meðal sko. Þannig að hérna að svona þú veist, ef framheldur sem horfir þá hef ég bara miklar áhyggjur af því að við verðum ekkit á þessum topplistum sko hérna eftir áratug eða svo. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Og það er bara algjörlega fyrir séð og ástæðan fyrir því og þakkaði fyrir hlýorð en ástæðan fyrir því að ég hef verið að draga þetta fram er sko, eða svona á rætur svona rekja í mikinn lestur á Why Nations Fail þar sem að þeir eru með tala svona það sem heitir í bókinni extractive policies og inclusive þar sem að þeir segja einmitt að sko ef þú ert með sér reglur fyrir sér hópa að þá myndu glutra niður þeim svona grunnforsendum sem þurfa að vera fyrir hendi til þess að lífskjör batni ef aftur á móti sömu reglur gildi fyrir alla sama hvaða hópur það er að þá munu lífskjör koma til með að batna við erum búin að vera innleiða út af því alltaf vera að tala að sé innflutt bandarísk orðræða. Við erum búin að flytja inn dellu hugmyndafræði frá Bandaríkjunum sem hefur nákvæmlega með þetta að gera. Það sem að við erum að vera með sérreglur fyrir sérhópa út af því að við erum einhvern veginn að fara að stilla af nákvæmlega hvað okkur þykir sanngjarnt og ekki sanngjarnt sem eigi svo að bæta kjör þeirra sem að lægst sitja, lægst settir. Þetta leiðir bara til eins og það er að lífskjör verði verri bæði fyrir þá manneskju sem að þessi útvalda manneskja, svona vision of the anointed
að fara að eða segir að eigi að vera fyrir hendi en þetta verði sko líka hræðilegt einmitt fyrir sko alla aðila alveg sama hver það verður já. Nei, svo er líka náttúrulega bara eins og að segja, það er svo margt í samfélaginu sem eru bara tabú, er ekkert rætt þetta með þess að ég þekki marga sko, sambandi mjög marga innflytjendur hérna og það er alveg það sem er svo óhugnalegt, eitthvað bara aðbúnaður margara, eins og bara allir þessi óleyfis búsetta át allt, sem er ekkert gert í, menn bara sjá ekki með fingur sér með þetta sko. Það er bara það að allir eru frekar peppaðar yfir, það var frekar fyndi manstu þegar ASÍ, Drífa Snædal kom hérna fram þegar hún var formaður ASÍ og hún stigu inn í eitthvað húsnæði þar sem að einhver man ekki hvort það var verkamannaleiga eða eitthvað þannig og steig inn í rýmið og sagði við ætlum að hreinsa þetta út og svo reyndar veit ég sko þetta því að mann alltaf kennir hnefalegana þannig að maður er eitthvað tengdur þessum pólverjum og austur-Evrópubúum sem eru í bara alls konar vinnu og þá kom það sér þetta daginn að þeir enduðu á götunni að þeir hafi verið í hræðilegri búsetu ASÍ hafi ætlað að bjarga þeim svo hafi ASÍ náttúrulega ekkert bolmagn til þess að hýsa þá eða gera eitthvað allavega ekki til lengri tíma og þeim var sparkað úr þessu húsnæði, þeir mátti ekki vera hana og síðan þá hefur ekkert verið mikið að takast á við ósamþykkt húsnæði fyrir utan náttúrulega hann að Bræðraborgarstíg þar sem hafa farið yfir verklagsreglur slökkviliðsins. Komum við á hinu, skilur við bara hvernig ætlar að reka þjóðfélag og maður spyr sér sko þú veist, ef vöxturinn er meiri en svo að það sé hægt að búa öllum sómasamlegt húsnæði og þá þyrfti bara í alvöru þjóðfélagi að setja bara einhver höft á því hversu margir mættu flytja til landsins til þess að sé hægt að búa öllum viðunandi húsnæði. En þetta má ekki einu sinni ræða, skilur, það er eiginlega, þú veist, þegar þess að maður er líklega stimplar afgamaður maður kemur fram með þetta í umræðinni, sko. Nei, ég bara kæri mig ekki að búa í þjóðfélagi sem er svona mikil misskipting og sem er líka bara falin og það má ekki ræða, skilur, þú veist, það er svona, þetta er mjög sjaldan sem þetta ber að góma í opinberri umræðu, sko. Þú veist, menn bara sjá í gegnum fingur sem með þetta, sko. Þú veist, eins og það er þess að fólki sem er að stóru hluta að knýja áfram hagvöxt sem kemur til landsins og býr við ömuleg kjör, skilur, og allir þessi félagslegu undirboð líka. Ég skil ekki til þess að hverju verkalýðshreyfingin berst ekki meira á móti félagslegum undirboð til að mynda. Nei, þeir gerðu það á sínu tíma, svo var það einhvern veginn tengt við útlendingandúð. Þá erum við einhvern veginn komin, Sólveig Anna hefur náttúrulega aðeins stigið fram í þessari umræðu. Já, seinna ára með það, Efling vildi ekkert gera í þessu mjög lengi, sko. Mér finnst hún bara svona allra síðustu misseri sem hún er farin að tala með þessi mál, sko. Já. En við vonum bara að við förum að taka betri ákvarðanir í kjölfar þess að við erum búin að brýna þetta fyrir fólki. En Björn, alltaf gaman að hitta þig. Sömuleiðis. Og ég bara þarf að vera duglegri að fá þig út. Ég fæ alltaf mjög góða viðbrögð þegar þú mætir. Gott að heyra. Þannig að við gerum þetta aftur fljótlega. Takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Takk fyrir.